það sé kúl. Tómblá helvítis pest, þótt pingjan léttist mest. Ég nafn úr kvíða, finnst tíminn standa í stað og árin líða en tíminn stendur í stað. Ég neita að bíða og bráðum brýt allt í spað. Og nú við blásum á blús og blús, glömsum og drekkum bús. Grís, eis grís, glömsum dagur ís. Einn, tveir, þrír, sýndu hvað í þér býr. Vertu lús, allir saman nú og blús. Hey, Aron, hvert er eiginlega að fara að flytja? Að flytja eitthvað norður bara. Ertu að flytja til Vestmannaeyja? Norður, ekki útkanta. Ég, þetta langt í burtu. Já, Hvað heitir þetta eiginlega? Sauðárkrókur. Sauðárkrókur? Hvað í fokkar með Sauðárkrókur? Ég er alltaf svo kúl, en faktískt er ég fúl. Svo praktísk innst inni vona bara að eitthvað gerist og bráðum birtir á ný. Ef ekkert gerist, er þörf að gera eitthvað við þig. Fer í kring, fer í kring, fer í kring. Bara láta þið vita, annars mér ömurlegt að við séum að flytja Bara hérna. láta þig vita, ég er ekkert spenntari en þú. Jæja, góða. En góði besti, en þú hefur ekki til málann að leggja út með það. Ekki góða mamma, við möttum að keyra saman einhverja 3 tíma, menn þetta er áræðanlega skemmtilegt. Við erum einhverjum í þessu afskotast trumma stuði þarna fyrir norðan. Það býr fullt af fólki hérna. Fólk streymir þetta frá borginni alveg í hópum. Og það er bara að kalla 17 ára dreng og miðaldra mann og svo. Við skrattum skiptan líf, síðan það sveittir og flýr. Lásinn og lestin þér býr. Tíminn stendur í stað. Allir saman nú, allir saman nú. Allir saman nú, allir saman nú. Allir saman nú, allir saman nú. Guð gef kröllum góðan dag. Halleluja! Ég lagði lykkju á leið mína til messu nú í morgun og gekk meðfram gamla flugvellinu. Ég heyrði sönginn í fuglunum, brakið í heyjum og andvarinn lék eins og vindharpa við hlustir mínar. Og þá rifjaðist upp fyrir mér hendingur ljóði eftir sálmaskáldið okkar góða sem hvað ég heyrði kristilegt samfélag syngja. Halleluja! Halleluja! Sagði með mér. Erum við ekki sjálf söngurinn sem við syngjum? Brýnum við ekki röstni í því skyni að segja heiminum frá tilvistun okkar? Og því spyr ég ykkur kæru sóknarnir á þessum fagra morgun. Hver er ykkar söngur? Halleluja, við skulum byrja! Halleluja! Guð gef sér dagvort, daglegt brauð. Amen. Amen. Væri sálmaskáldið góð á lífi í dag? Hvaða söng myndi hann heyra vort kristilegt samfélag syngja nú á þessum drottins-degi? Já, eina sem ég heyri og sér í opnu fyrir hljóðvarpi eða sjónvarpi er tónlist sem vex saman ósýri og slæma hegðun. Síður drottmúsík og linnulaus kórsöngur og klámi. Ég spyr mig, hví leyfir drottinn þetta? Hví lætur Herrann þetta viðgangast? Halleluja! Halleluja! Þá vitum við að drottinn býr þeim kröftum að hafa öllum þessum hljómplötum
bókum, klamritum og vídeóspólum í gríðarlegan bálköst. Tendra þannig nista réttlætis og sannleika og kveikja risastórt, kristilegt, innblásinn bál. Bál sem rennur svo trúarjafning í hjörtum sannkristinna manna. Bál eins og til dæmis þetta. En hann gerir það ekki. Og hvers vegna ekki? Ekki vegna þess að Guð er að prófa okkur. Þraut reyna okkur. Halleluja! 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 Já. Í dag bjóðum við velkomin í svefnin í sóknarbörn sem voru að flytja hingað úr höfuðborginni. En þessi Guðsbörn sem við bjóðum svo góðfúslega að taka þátt í lofgjörð okkar drottina á þessum sólríka sunnudegi. Það Ellen Axels og sonur hennar Arnórs. Það ekki rétt hjá mér? Aron. Hvað segir þið? Já, brýndu rausnina, drengur. Lótt drottina heyra vonverkin. Aron! Aron Hansson! Aron. Áhugavert nafn. Það erlent eða? Nei, það alþjóðlegt. Alþjóðlegt. Já, úr biblíunni. Já, Aron hérna efst einn á spámum. Nei, kaffi, já. Alveg yndisleg messa hjá þig, Kristín. Í kaffinu í dag, það verður vínabrauðsleiki og ástarf. Afsætti, ekki sér það. Herri, var ég hér að kynna eftir manninu mín frá vikunni. Blessaður, Ellen. Sæði þetta. Já, og dóttir okkur Eva. Já. Eitthvað hefur hún aðeins brugðið sér frá. En jæja, hún Helena systir nú aldeilis búin að bíða spennt eftir þess. Já, hérna Helena og Georg hafa reynst mér mjög vel. Þau hafa bókstaflega bjargað lífi mínu. Já, jú, það er bara eins og er. Allt er búin að lýsa þeim sem minna vega sín. Lítið Magnús Sander og Haukur Hóter. Hvað? Það er ekki verið neinn fyrirhöfn svo sem. Hvað segir þið? Við höfum Ellen bara í gestaherberginu. Það er hvað sem er aldrei neitt. Nei, ekki nema eftir okkar gestir. En þú, Aron, hvað hún frænka einn búin að koma með þér? Og við Munið eftir gamla geymsluloftinu. Fyrir á bílskurinn. Þar sem við gemum vetrardrekkjum. Jú. Frekar rök og hálf ógeðið fælst heppar mætt. Veist þá. Já, en ekki lengur. Nei, sko, þannig Sjáu þetta fyrir ykkur. Himinblátt uppleitt, silkiveggfóður, súkkulaðarbrúnt ríateppi með gulum rósum og húsgögn úr IKEA-þakkingu fyrir. Þú segir ekki. Ójú, því miður. Hvað segir þið? Hvenær ætlar maðurinn að flytja til ykkar? Já, hérna maðurinn hennar, hún ætla bara ekkert að flytja til okkar. Nei, hérna við erum skilin. Já, hann sko hljópst á brott til að finna sjálfan sig. Aron! Já, hann fann ekki bara sjálfan sig, heldur tvær ungar konur í leiðinni. En ertu ekki spenntur að mæta í skólan á morgun? Jú, það er búið að sná drenginn. Og hvað eina? Já, mennt er máttur. Já, það meina mig, Kristín. Það er eitt orð við þig. Já, minnst á. Segðu mér, hvernig þessi nýja enskukennar sem Hildur búin að fá? Það er svo sem ekki komið reynsla það ennþá. Já, nei, veistu, mér líst ekkert á hann. Heyrðu þegar að kemta krakkarna að lesa einhverja viðurstygglega grófa skáldsögu bókmenn undir vetur. Jú, Clockwork Orange eftir Anthony Burgess. Það var svo næstu. Jú, vinni minn, ég er búinn frá nokkra auðvitað út af þessu. Clockwork Orange. Meina þetta The Clockwork Orange. Mögnuð bókmaður, alveg frá upphafi til enda. Rosalega kúl bók. Algjör klassi. Ert þú mikill lestrahestur? Já, svona, ég sá líka myndina. Já, það getur vel með þessi flokkur Róras tekið klassísku höfuborginni. Ég get sagt þér þetta einhver meðan hér á Króknum tekja svona bækur siðspillandi. Já, það er náttúrulega ótalsígildar fagurbókmyndir sem fara betur með ofan sálir en þessi skáldsaga. Já, til dæmis Stikkelspyrjafilm. Já, fyrir börn. Hæ, mamma. Hérna, Sara stelpunar ætla aðeins út í kvöld. Út í kvöld? Hvað út í kvöld? Bara upp í garð, að chilla. Upp í garð? Já, má ég fara? Gerðu það. Það er skóli á morgun. Æ, mamma. Please. Ég vil ekki
djöfulsins. Tæki djöfulsins einmitt, það væri bara eitthvað véla ungdóminn áfram og eitthvað svona manstu. Já, ég man það. Já, ég og mamma vorum einmitt að tala um það og við vorum báða bara, þú veist, bara halleluja, bara, þú veist, áfram stíðan eitthvað. Já þá, frábært að heyra sannarlega gleðilega fréttir. Til nýju. Halleluja! Já, þú verður bara að ná aðeins betri kontakt við hana mömmu þína. Til hvers? Hún hlustar aldrei á mig. Ok, hvað með það? En þegar við förum upp í garð aftur, þá er ég að pæla að þér við upp stefnum. Hæ! Hæ, sæti! Vá, Rakel! Finnst þú hann ekki sætur? Og ég þora að veðja að hann veit af því. Vá, hárgranni og sexy! Hei, sæti! Þú passar alveg í starfslýsinguna. Viltu ekki bara taka þér miða og fara aftast í röðina? Eftir hverri? Hverri annar prestdótturinni sjálfri? Kom með gamla stríðsklampan í augun og alles. Fyrirgefðu, ég bara veit ekkert hvort þú tala um. Og byrju, hvert er þú að fara? Ertu viss um að vilja vita? Új, gleymdu því! Og ég sagði bara við hálfutað. Kannski næsta lífi aumingir. Hei, saknaði mín. Gettu þrisvar. Hei, Já. Oh my god, er útvegstartími hjá úlingafangelsinu? Hei, gjör þessi nýi gæi í kirkjunni í morgun. Hver? Já, hann. Nýi strákurinn bekknum, alveg svakalega lífsreyndur úr höfuðborginni. Nú, hvað var það að fara við áfríðið saman? Það ætla ég rétt að vona. Koni, hvað heldur þú að setja að gera með prestdótturinni? Ertu viss má vilja vita það? Færum mig út úr því. Það er rétt vona. Ég brún, ég saklaus og þið. Ekki ég, það sem hún sér. Hún alveg geðveik. Hún massa kjaftur og meira en það. Hún verkjuð ekki neitt veit. Og hún stefnir ætíð og efast af að tíkin alveg geðveik. Hún geðveik, glæfraleg og svo grimm að óta sér að hún hafi á mér tökin nótafleg. Hún æðisleg, æðisleg alveg rót og mæðar hennar æðisleg góð. Hún æðisleg, æðisleg og góð. Hún alveg mega hóð. Stundum kalla á hann ef gattfæri og ég kissi þennan teygja. Það helst bara ef hann hattfæri og hann lofar að deyja. Hún geðveik, alvarleg og svo grimm að óta sér að hún hafi á mér tökin á mér. Hún æðisleg, æðisleg góð og mæðar hennar æðisleg góð. Hún æðisleg, æðisleg góð. Hún alveg mega hóð. Hei, Eva! Er það ekki hann að segja það? Fljótur að læra. Ég heiti Aron. Manstu ekki eftir mér úr kirkjunni? Alla með mömmu þinni? Þetta er allir slítið þeimur, ha? Já, ég er nýi strákurinn í bekknum. Sko, strákinn. Já, hætta hverju? Heyrðu, vinnur og rakstu utan yfir maður. Fyrirgefðu! Hvað ertu
Milla hvað? Bara Milla? Já. Ok. En segðu mér Milla, hvað gerir fólk sér til skemmtunar hérna í þessu bæ? Þú veist. Ok, já, en fyrir utan það náttúrulega, þú veist, ekki skemmtistaðir hérna? Nei. Ekki barir? Bíó? Vídeólegur? Nei. Það hlýtur að vera þetta að fá pítsu? Nei. En það er tjaldsvæði við sundlaugina. Nei, hvað? Ekki gæti hugsað mér að gera sem þið krakkandi gerir hérna hverjum einasta degi. Og hvað er það? Þú ekki neitt. Gakktu hægt kallinn hvaðst ég ekki geta það, ei geta hvað nú að standa í stað. En kallinn sagði bölvað full og bar mig meðal eitthvað sull. Ekkert gagn þó gerði það, því en þó gagnslaus finnst mér að já gettu hvað að standa í stað. Þar sem ég fæddist, fólk aldrei læddist, þú hefðir þrælfílað það. Lítil var lífsgleði manns, aldrei stans, af og frá, diskódans. Lítu á! Stansleysi dagsleiki stuð, Guð svo glataðist það, Guð ég hatt hennan stað. Hófsnefn að taka á þessu takk, hafa taum á minni raust, hóf að hemja þetta skak, þó hingað til sé tilgangslaust. Þó hef ég reynt, því gleymi seint er ég dansað í taumlausum trans, tókmál að tala ég öðlist hans sans, sem þarf í það að standa í stað. Heyrðu minn, ungi maður! Hvað haldið þú sjálf til að gera? Ég var bara að segja mér aðeins frá höfuborginni. Höfuborginni? Já, hvernig er að vera, þú veist, in the city, Reykjavík og göð. Ég sá bara ekki betur að vera að gera svolítið annað. Já, það, jú, já. Ég var nú bara að sýna henni Millu smá svona dansspor, svona eins og við gerum á djamminu heima svona. Heyrðu minn, ungi maður! Hér er ekki leyfður dans. Hvað meinar ekki leyfður dans? Hlustaðu bara á hann. Hvað? Hlustaðu á mannin. Já, auðvitað. Skólalóðin bannað að hafa gaman. Ég skil, þetta kemur ekki fyrir afturvinur. Svona útúrsnúningar ganga eftir við sem sniðuheit í höfuðborginni, en það er háttur okkar hér að tala skilmerkilega og vinna ekki laust! Ok. Gjörðu skottu glöggur á að hér er ekki leyfður dans. Aldrei nokkur tíman, undir nokkrum kringumstæðum, sagt og staðið, hverginn á bæjamarkana. Hvergi! Já, en- Aldrei! en ef við- Nokkur tíman! Nei. Það hlýtur að vera að grínast í mér, er það ekki krakkar? Ég sé hvað er í gangi hérna. Það er verið að spila með nýja strákina, það ekki? Já, bara spilið þess að þið viljið. Milla! Já. Viltu gera svo vel að vera svo græna að uppfara hann litla vinið minna? Sjálfsagt. Það er ólöglegt. Hvað? Að dansa? Skíti í þér? Æ, hætti kætti. Hvers slags orðbragð er þetta eiginlega? Sko, já, fyrir Ég hef aldrei heyrt hana! Já, nei, sko, okkur þykir þetta mjög leitt. Sko, hann líka, það er Garon. Og sko, hann vissi ekki með lög, dans, þú veist, ég hristi úr hann vitleysuna. Ég vil sjá okkur bæði á skrifstund í skóla, þetta er það skilið! Ertu hálfviti? Hann ekki að taka heitti eða? Bámilla, hvernig talaði við skólastjóran? Það er ekki bara lengsta setning sem nokkuð tímann sagt. Já, fyrir utan þessa, næst lengsta setning sem nokkuð tímann sagt. Hvert er þú að fara? Fara? Ég ætlaði bara að fara að sækja bílinn minn. Ég skildi hann eftir upp í kirkjuna. Já, ok. Vokka, þú varst eitthvað kúlan aðan. Já. Íris. Fannst þið það ekki líka? Rosalega. Rakel! Fannst þið það ekki líka? Já, mér fannst það sko líka. Mér finnst svo æsandi hott að sjá svona stráka sem standa upp í hárinu og fullorðna fólkinu og yfirveldunum og svona.
Finnst þér það ekki líka, Rakel? Var manninum alvar? Já. Er ég alveg bannað að dansa hérna? Gjörsamlega alveg, sko. Og hefur verið síðast í 5 ár. Alveg síðan að slysið átti sér stað. Vittu nú við, hvaða slys? Bílslysið! Stelpur, þetta er ekkert fyndið. Sögum alltaf þetta væri fyndið. Æ, góða Sara, reyndu að vera svolítið lús á því. Já, Aron, mér fannst þetta sko ekkert fyndið. Nei. Hvað gerðist henni? Sko, það voru 4 krakkar. Bara hérna úr bænum, sko. Bara vinir okkar, bara krakkar sem við bara ólumst upp með og allt, sko. Bara nokkrum árum eldri en við, sko. Við þekktum þau, sko. Þau voru á leiðinni heim á balli úr Lító. Þau voru bara rétt hjá ljósheimum eða eitthvað. Þau stálu bíl til að komast á ballið, sko. Og gaurinn sem var að keyra, hann var ekki eins og með bílpróf. Aron, hann var ekki eins og með æfingarakstur. Hann kunni samt alveg að keyra, sko. Já, kannski var hann bara ekki með athygli á réttum punkti eða eitthvað, þú veist hvað ég meina. Já. Síðan var bara bigsvarta þokan kvöldi. Og allt í einu bara villtust þau út af veginum. Þau voru bara komin út í skurð og þá bara PAM! Síðan þegar héraðslæknirinn mætti viðtal í blaðinu, þá var sko allt bara brjálað. Hann hélt því fram að það hefði fundist áfengi í blóðinu á krökkunum. Að þau hefðu verið sko undir áhrifum. Áfengi, sko. Öllum sko. Þau valla bílstjóranum líka. Ég veit það ekki. Það var aldrei sannað. En það var þá sem séra Kristín var alveg svona super mega heilög. Einmitt. Þú veist, hún fór bara að kenna öllu þetta. Þú veist, áfengisneyslu og eiturlyfjaneyslu og rocktónlist og... Og dansi. Nákvæmlega. Henni tókst að sannfæra bæjarstjórnina að það væri allt syndsamlegt. Brot á boðorðum eða eitthvað. Þú skalt ekki dansa. Að dans væri þarna tjáningafólk djöfus. Það voru samþykkt lög þetta. Að danna dans, sko. Augnablik, hefur presturinn einn og séð svona mikil völd hérna á staðnum? Hún séra Kristín, Já. völd. Hún er valdið. Mátturinn og dýrðin. Að eilífu. Amen. Halló! Það má eiginlega ekki heldur spila lög, sko. Skondið að semja lög sem banna lög. Helvítis botna! Hvernig farið að ég að fóla þetta? Bara, góður þjóðum. Æfingin skapa meistarann. Já, Aron, ég þorði sko alls ekki. Þú veist, þetta er bara svolítið öðruvísi hjá okkur heldur en hjá ykkur fyrir sunnan. Hér er allt svo lítið og ömurlegt eitthvað. Ég sem hélt að það að búa í smábæ út á landi er þið bara alveg æðislegt, þú veist. Bara eins og ein risastór súper heilbrigð fjölskylda. Yeah, right. Ég skal sko segja þess að þeirri fjölskylduvinur. Eða svo mikið sem hreyðir þig hérna í bænum fyrir kaffamaskínan í gang. Eða svo mikið sem stýrir þig út á götu er eitthvað komin út í glugga. Og það er alveg á hreinu að ef þú ferður við striklið fer hnyksturinn hvort bæjarins að sína einræða. Og það eru augu allsstaðar. Vertu varin þig, augun svara þig, vertu varin þig. Ekki segja neitt, svona yfirleitt, ekki reyna að rokka þig. Heitur úr fjarska, fylgist vel með þér. Og þér finnst þú vera einn og sér.
hjónað mikið fyrir út þessu vinnu á eyrinni, ha? Já. Það glemdi mánuð og þegar búin reyka þig. Ástandið er orðið þannig að hún móðir því þorir varla orðið að svara í símann. Engar ykkur, Helena. Þegar þú rétt á meðan, enda. Hvað gerðist það? Ég veit ekki maður, Milla kom þar í búðana til mín og bað mig um að skipta fyrir sér peningasæði. Verslunarstjórinn sá það og bara missti vitið. Sakaði mig um að hafa verið að stiga úr kassanum. Og síðan þegar ég var á leiðinni hingað og stoppaði lögga mig fyrir að spila og fá að tónlist. Og það er eðlilegt, því allt sem þú tekur fyrir hendur á hann, það gerir fólki hérna tortryggið. Ertu nokkuð, Tóbi? Nei, viltu þú samt ekki leita á mig? Ég þarf að veðja á sér þegar búin að leita í herbygginu mínu. Aron, skammast þín fyrir að segja þetta þegar Kippi er. Sko, ég veit það vel, maður. Nei, ekki það. Nei, það er alveg drullu fokkin hreinu. Nú, ég bara róa þér. Georg! Georg, og þér þetta. Kristín, þið tvær talið saman en þið segið ekkert. En þú ert eitthvað reið út í hana. Í öllu bænum
Segðu henni þá hvers vegna. Ég er ekki reið út í hana. Ég er bara áhyggjufull. Reyndu þá að koma þér á efninu. Já, hefurðu séð hana með þessum dreng þarna Tona eða hvað sem hann kallar sig? Já, síðast þegar ég kom að þeim tveimur, þú sko. Já, þú ert búinn að segja mér það. Drengurinn hefur ítrekað verið handtekinn. Heyrðu það við. Hann er á sakaskrá. Vandrálingur. Og því meira sem þú ert á mótunum, því meiri áhuga hefur ef á honum. Og hvað? Og ég bara sitja vera sallar róleg og bara fylgjast með. Já, mér finnst það reyndar alltaf. Kristi, þú getur ekki búist þegar hún sitji hér öll kvöld með okkur og horfa á ferðastuglum með Ómari Ragnarsson. Skulum hætta þessum rökkræðum. Rökkræðum? Mér finnst nú eins og ég labba hérna miðja predikun hjá þér. Í guðanna bænum skulum ekki fara að segja hvað sem við sjáum eftir.
Nákvæmlega, stelpur mínar, og með því að læra og lesa mun ég finna gæja sem mun vekja áhuga minn. Jæja, stelpur, gjörið þið svo vel. En hvað með Aron? Hvað með hann? Hann er alveg handsome. Handsome, hann í mesta lagi svolítið kjút. Búið á. En hefur eitthvað í tróna, það út frekar stórháskalega dóttílegt. Sem ekki bara búið að reka úr skólanum, heldur líka búið að gera brottrekan á tjaldsvæðinu, sundlaugina, fyrir fullt og allt. Ég held verðla. Hei stelpur, eigum við að brjóta smá lög eða eigum við að spila þið frekar? En hvað er hans í gangi á þér og sögur? Æ, ég veit það ekki, þú veist, hún er heit og allt það, en þú veist, hún blaðar ekkert eðla mikið. Það er bara þegar þú gerir hana svo grafa. Nei, hættu þessu. Bara ef ég hitt einhvern sem hefur smá frumkvæði. Bara ef ég hitti gæja sem tæki sér lummuna, réttu með hann að kissa mig. Bara ef ég hitti gæja sem myndi hann að læra með mér. Bara ef ég yfir höfð hitt einhvern gæja. Hvar er hetjulundin nú sem hittar og helst? Hvenær kemur hetjan sú sem heilrar engan verð? Mér er sama stráka, já svona hér mig. En yrði ekki hálfumulegt ef hann væri ekki til? Sæni sanni. Þegar skyggja fer og sviptir kvölds sína sig. Einhvers staðar einhver er sem dreymir annan dag mig. Brosir til á gæjum sem gleðir rífa sig. Sakna miklu meira til þess eins og rífa mig. Sá ekki sannir, ef hann ekki á til. Sem
stað, þá meina ég hittum einhver stað. Þarf ég að fá löggiltan dómtúr til að skilja hvað ég er að segja? Nei, þetta er alveg rétt hjá elskan, bara slakaðu á. Slaka á! Sko, þú skalt aldrei segja mér hvað ég á að gera. Já, ég veit vel hvað álit vinkunni er að hafa mér, en mér er bara helvítis fokking sama. Svona, út á hjólið, undir eins. Nei. Ertu eitthvað sljóð? Út á hjólið, núna. Ég sagði nei. Hvaða hluti af því er óskiljanlegur? Sko, þegar prestdóttirinn segir nei, þá verð ég bara graf. Hún er hættur. Mér heyrðist að maður segja nei. Mér heyrðist að maður koma ekki raskandi. Aron ekki. Hvað er þessi fáið að gera hér? Hvað? Eftir kvenfélaginu. Jú, góða kvöldi, maður bjóði bensín á sláttuvélaðina. Hei! Eða nægir kannski kveikjara bensín. Þetta reynir að vera eitthvað fyndið. Nei, ég er fyndið. En ég held að við höfum aldrei verið kynntir á. Ég heiti Aron. Mér er alveg drullu saman. Sko, hún er að vera Já, bóttið á Eru einhver læti hér? Nei, síðan er slótt ekki lífið. Við vorum bara aðeins að fara með nokkur öryggisatriði. Þar að vinna viðskiptavinni staðarins. Finnst þér það að vera eitthvað fyndið? Anton Freyr Jónsson. Móttu hjóladruslan hérna. Hún er í stæði fyrir fatlara. Það stæði er fyrir þá sem eiga líkamlega fötlur að stríða, ekki andlega. Það er það borgað á mig! Já, svo ekki. Þetta var nú meira helvítis djöfusist. Jæja, krakkar, nú ætlum við að loka. Já, svona. Jöp. Þið séð að fara með bænina, krakkar mínir. Já, svona. Aron leiði mér aðeins að tala þig. Já, ég veit. Ég þarf ekki að mæta. Takk fyrir sultuna. Hafðu sultuna? Þú mætir hérna stundislega klukkan 9 fyrramálið. Er það skilið? Já. Ég er búinn að gera upp kassan. Þú lokar í kvöld. Já, ok. Takk fyrir alltaf að sulla hérna. Sess fast. Annað hvort ertu mjög hugaður eða alveg sérstaklega heimskur. Hvort ertu þú? Ég er bara ekki búin að gera upp við mig. Já. Ert þú ekkert með svona útivistarbann eftir klukkan 10 eins og allir hinir krakkar? Ég er bara að gera það sem ég sýnist. Já. Er ekki allt í góðu það? Ha, jú, ég bara get ekki beðið eftir að komast í burtu í hann. Nú, hvað er þetta að fara? Í háskóla, listaskóla kannski. Ég er búin að sækja alveg á nokkrum stöðum sem mamma hefur ekki hugmynd Hún vildi að ég myndi flytja suður og gerast íslenskukennari. Ég veit ekki af hverju hún myndi vilja senda mig þangað. Þið talið um þetta íslensku alveg fyrir sunnan. Kaga, boogie. Allt ekki svona. Ég get nú ekki beint séð þig fyrir mig sem kennara, sko. Ekki heldur og þakka þið fyrir. En hvað viltu þá verða? Meinaru, hvað ætla ég að verða? Já. En ég ætla að vera dansari. Já. Þú ert ótrúleg. Þú veist nú minnst það, góði. Þetta nú, þú vilt verða dansari í bæ sem er ólöglegt að dansa. Og mamma einn setti lögin. Það er margt annað sem hún banna mér, en ég bara kýs ekki að hlusta á það. Ég held að þetta sé ekki sniðugt. Alls ekkert illa meint, sko. Ég vil bara ekki á aldrei Þú hefur greinilega bara engan áhuga á mér. Nó, jú. Töluvert meira en þú heldur. Komdu, ég skal fylgja þér heim. Ok. Svo hvað ætlum við að spila í dag? Veiðimanlega þetta. Nei, Eva! Æ, svona nú, má bara heilsa þess hótti. Já, en við bara langar það. Æ, þetta er Aron. Þið þekkist öll. Sæl séra Kristín. Megnir, Boggi.
Það að spila fatapóker, Ég var bara að grínast. Ég þarf að skila spólu. Maður þarf að spóla tilbaka og já. Ég er með flóta snjórið þess. Ég skal fylgja ykkur til dyra. Já, takk. Góða nótt. Góða nótt. Já, ég er aldeilis góður í að leysa deilupartíina. Það nú aldeilis fágætur hæfileiki. Já. Hann er það. Ég tek því sem hrósi. Ruglar kynni við kaldhæðidrengurinn. Já, séra Kristín mín, þetta var nú aldeilis frábært kvöld hjá okkur. Við mögum nú alveg til með að gera þetta sem maður bara oftast, já. Og bara aftur sem fyrst, ha? Hvað segir það? Já. Góða nótt, Eva. Góða nótt. Þetta var nú ljóta rugli að minni, maður. Já, það má nú segja það. Það er bara alltaf svo stressaður svona í kringum fullorðið fólk. Já, móðin, hún var búin að láta mig vita að þú væri dálítið klúrið með það. En ekki vissi að þú væri sérfræðingur, sko. Nei. Jæja, góða nótt. Já, jú, góða nótt. Ég vil ekki sjá þá heitir hann aftur. Aron, af hverju ekki? Þú veist, þetta er allt lygar sem er búið að fara í gegnum þennan helvítis bæ. Þú veist, eins og þegar Milla með... Eva! Hvað á ég að gera með þig? Gera með mig? Þú talar við mig eins og ég sé hver hlutur. Hefur gert það hvað segir þú að mig? Mamma, mér líður eins og ég sé í fangelsi hérna. Ég þoli það ekki. Eva! Ég þoli þig ekki. Gættu verður að spynna fæti að heimilu. Hvað? Ég sagði ekki orð. Svona akkerinn, rýmið íþróttasalinn. Áfram með okkur. Svo skulum við gera tegjur eftir það. En svona dríf oss! Þeir eru byrjar. Þú ert að segja tíma. Hann Aron meittur, sérðu auga í honum? Já, og hendurnar. Já, allt í lagi. Hvað gerðist? Það gerðist bara ekki neitt. Það er sonur drengur minn. Ég hef alltaf gaman góða sögu. Sko, eftir að Aron labbaði mig heim í gær, þá eftir að þið fóruð, þá bara kom einhverju gæjar og réðst á hann. Já, þeir voru sko með skíðagrimat, þeir voru örugglega, þú veist, 6 eða eitthvað. Slappa af, Milla. Þeir voru fín. En frík. Og spurði sæði hvorki mér en hefðin frá þess að komist heim þegar þú komist heim í gærkvöldi. Ekki það, og það er ekki ímyndur þykja vægur á þig bara ef þú elskar mér. Nei, það er nú alveg á hreinu. Og Eva. Þeir hringdi mín. Og móður þín eru vinir og systkin Kristín. Já. Og ég geti eindreiði til að halda þessum vestbrún á. Ég er bara að auga með þér. Já, var það ekki? Mamma hefur hringt í þig. Af hverju kemur það mér ekki á óvart? Heyrðu, ef pabbi minn hringir í þig, ætlar þá að hætta að bögga mig? Ég held að þið getur mikið úr þessu. Þú veist bara ekki, raskatur harðurslið. Hrutta kjaftur í þér að senda það sig að verkum að pabbi er búið frá okkur síðan tíma. Haltu kjaftin! Æ, Aron, slakaðu, teldum á 10. Mamma sagði að það teldum á 10. Ég held að þið var ráðlegast að fara ráðkunningi eins Aron. Og Eva, farðu aftur að Eva. Og þú drengur. Þú ætlar að skella þér á magann og gera þrátt í armbegin. Æ, já, hann er meiddur. Já, ég þakkar kærlega fyrir sjúkdómsskýringunni innan Dr. Milla. Þú ert líka að gera þrátt í armbegin. Hvað? Nei, veitu hvað? Ég tek þetta tilbaka. Við skulum hafa þér 50. Þetta ekki að djóka. Og við út í það verði, við öll gera 50 armbegir. Þessu bakkur var. Og svona, opnum, og hvernig með ykkur. Nei, ég held ekki að talja. 3, 4. Rópar, þetta er bara 40 og 16. Er það farinn? Já. Þakka kærlega, Aron. Sorry, krakkar, þessi bæri er bara alveg ömurlegur.
Jesus Milla, það er allir svo fótóp hérna. Þið eru alltaf drukkið í bóðum bönnum á fingunum. Þið fáið hvergi útrás. Við látum bara gefa gítaráttakennara að kenna okkur dans. Milla, kom. Milla? Jú, þetta er hugmynd. Þetta er frábær hugmynd. Frábært, Milla. Hvað? Við höldum ball. Ha? Já, við höldum ball. Er ekki alltaf lægi með þig? Nei, en þú veist, við sláum bara með risadansleik og gerum allt vitlaust í bænum að nærliggjandi sveitum. Þetta kallar maður sko bókstaflega skrifa upp ávísun á vandræðum. Þá bara gerum við það. Skrifum nokkra gúmmítékka. Ertu tilbúin að berjast í prestinn og bæjarstjórnina? Ég ætla að berjast í prestinn og bæjarstjórnina. Ef það er eitthvað eins við að berjast fyrir, þá er það frelsi. Látum okkur trúa okkur. Þessi lög eru ekkert nema brot á mannréttindum. Við verðum alltaf standa saman, það er skilið. Unnið það. Sameinuð stöndum hér, sturluð köllum hér. Á réttandi rétta og sér ég spyr á ný. Er réttanlegt að berjast fyrir því? Koma! Ekki neitt bölvað bann, fær bugað okkar mann. Ég skýt í það get, skeit ekki það, slíti þeim sem að standa í stað. Herran hjálpar þeim sem hjálpast skal. Sér hver dag ég samfærist það, við stöndum saman liðið leið. Ætíð mun það koma út á veg. Ég er frjáls. Sorry, ekki við. Á því ég gjarnan vekja vildi máls. Að sá sem að hólmi er aldrei frjáls. Því hver sem að hefur kjark, hann kemst alltaf í mark. Við brjótum hér blað, viljum öll völd, þjótum af stað, já þess vegna í kvöld. Herran hjálpar þeim sem hjálpast að. Sanna skulum það á stund og stað. Aldrei bresta munið þor og hér. Ef að ítreka ég endurtek. Ég er frjáls. Koma svo, prófið þetta. Ég er frjáls. Leyfið drottni að heyra róm ykkar. Ég er frjáls. Halleluja. Því hver sem að hefur kjark, hann kemst alltaf í mark. Við brjótum hér blað, viljum öll völd, þjótum af stað, já þess vegna í kvöld. Herran hjálpar þeim sem hjálpast að. Sanna skulum það á stund og stað. Rétta skulum við öll rángindi. Sameinuð erum og syrandi. Herran hjálpar þeim sem hjálpast að. Sér hver dag ég samfærist það, við stöndum saman í leið. Ætíð mun það koma út á veg. Ég er frjáls. Við ætlum að taka 30 mínútna hlé fyrir leikara, en ég ætla að biðja ykkur um að sitja í sætum út af sóttvarnalögum. Og já, við skulum hlýða við þig og bara vonandi skemmtið ykkur vel. Ætli ég virkilega að trúa því að kasta rossunum af
fyrir sínu hver. Farði og fjalla hamur, allt svo framandi fyrirheit enginn á, aðeins von eða þrá, svo á morgun allt liðið hjá.
söngræklingur. Er það svo satt? Hvað dóðu þau ekki út eða? Þau eru svo fá, þau eru ekki sem er kennitölu. Ég vottaði mér að dýrstu samt. Hey, þú ert heppinn að ég ber ekki stelpur með restum minnati. Hvað meinar þetta? Hvað var svona aðeins af þrýstingum maður? Ég kom ekki með þér, sorry. Já, eða hvað að dansa? Hérna, ég hætti að fá mig bjór fyrst. Aron, langar ekki bjór? En Sara, langar ekki gos eða eitthvað? Milla, ég kom ekki alla þessa leið til að fá mig margt og appelsín, sko. Nei, þá var það nei. Já, mér langar að dansa. Þú veist, D-A-N-S-A. Viltu að ég stafi það líka aftur á baki? Því að þá hljómar það svolítið svo asni. Já? Já, heyrðu, ég ætla að skreppa og gefa þér smá ráðgjöf. Hvað er að frétta, Melanie? Það er að við þessum þetta að fara á taugum. Akkur heldur ég sé að fá mig bjór? Þetta er ekki svona, þú ert loksins komin á date með Söru og... Date? Já, já. Þú byrðist fyrir bíltúr, tókst með og sagði henni að taka Söru með. Það er svo að deiti með þér. Mér finnst það einmitt svo sæt í kvöld. Æ, oi, Aron. Það mátti ekki svona, hefur ekki bara að fara að dansa. Ég þarf að segja þér svolítið. Hvað? Ekki segja neinum. Þetta fyrir mesta leikbröðin. Æ, Aron. Ég get ekki gert það. Hvað? Geturðu bara alls ekki gert það? Nei, þú eru eitthvað líkamlegt eða eitthvað. Líkamlegt, þú sem ert alltaf á yfirmila. Eða andlegt. Það er ekki ágjörð af þessu, maður þarf ekkert alltaf að gera það á fyrsta date. Ha? Nei, jafnvel á bara fyrir svo flottur í stefnumótum, þá gerir maður það ekki. Í alvöru? Já, ég er að segja þess að. En þú setjum þetta bara til hliðar, förum að dansa. Ha, dansa? Hvað í andskotanum endur hafa að tala um? Hvaða varmyndi sem ég get gert það? Það er þetta sem ég get ekki. Ég kann ekki, ég skil ekki og ég get ekki og ég kann ekki að dansa. Ha? Heyrðu þetta? Kærastæðin, hún kann ekki svona að dansa. Áttu þið til? Ég meina, þetta er bara eitt eðlilegt. Hvað kunna allir að dansa? Ég meina, til hvers að fara þessa fucking leiður og ætla þessu ekki að dansa? Segðu það, þetta er bara hvað, draga andan? Já, maður drekka vatn. Synda? Ég kann ekkert að synda. Þetta er jafnöðust og að reka við. Eða kanntu það kannski ekki heldur en að helvítis lessaðinn? Komist ákvæð. En hérna, vissir ekkert að Gella er með dansspjallið? Nei, ég ángriðs, ég hafði ekki hugmynd, sko. Hefur hún einhvern tímann kysst þig? Nei, ekki ennþá. Hefur hún aldrei sagt við að vera skotin í þér? Nei, þetta er svo flókið, þú veist, við gerum hlutin ekkert þannig. Nú, hvernig þá eiginlega? Þú veist bara... Jú, segð okkur frá því. Góði gestir, hingað er komin ung og efnileg söngkona sem ekki hefur látið heyra í sér áður. Já, hún heitir Sara og við ætlum að gefa þig gott klapp. Skotin, var skotin þó hún hafi og ekki á þöppin þín, skjáðir hún þegar hún treysti mér að sér, gerði ekki sást að mér, ég fíla þessa Gellu, já ég fíla nú ég fíla þessa ensku, já því verður varla breytt.
sagðir henni að ég hefði... Já, Anton, ég hef látið henni að vita í hvers skipti sem þú hringt. Já, gott. Hún var alltaf uppbyggin á dagina eða ekki? Já, hún fór til hennar Rakelar. Til Rakelar? Já. Já, hún var sko einmitt að koma það. Nú sko, Rakel sagði að Sara og Eva hefði bara farið fyrir mörgum klukkustundum sko. Nú? Já. Hver er það? Þú ert að þú, drengur. Það er sér að Kristín. Fórum bara að leita henni Evu sko. Sjá, hún er ekki hér. Hún er ekki verið að komin heim. Er hann ekki hér? Já. Ég veit, ég vil líka finna. En jæja, góða nótt, drengur. Og næst þegar þú kemur þá skaltu banka og kannski nota framdýrna svona einu sinni. Ég er það. Góða nótt. Góða nótt. Hvað er hún eiginlega? Hún sagðist hafa farið til hennar Rakelar og annars þá er hún ekki þar. Er hún ekki þar? Nei. Og vissur það bara allan tím? Ekki fyrir bara rétt áðan. Nú já, hvernig finnst þér? Nú líka fann hann ljúga þér. Ég gef ekkert út á það fyrir en ég heyri henni sjálfri. Sko það er nógu slæmt að hugsa til þess að hún skulle vera að þvælast með þessum tóni eða hvað sem að kalla sig. Það bætist ekki ofan á það að hún skulle vera hánótt með þessu viðriði. Sem uppreisnar sak, sem hún setja alltaf á annan endan inn í bænum og býður mér og allir í bæjarstjórninni byrki. Hversu lengi ætlar að halda áfram að taka hennar málstað? Taka hennar málstað? Kristín, við erum ekki sitt hvoru liðum. Eða eru það kannski? Hæ. Hvar varstu? Við Rakel, við vorum... Já, nei, þú getur staraði skröksöðuna, góða mín. Við vitum vel að þú varst ekki á Rakel. Á ég trúa því að þeir eru farin að njósna mig. Hvernig eigum að vita hvað þú ert, ástin mín? Við höfum áhyggjur af þér. Við höfum verulegar áhyggjur af velferðinni. En það þá, en sætt, hvernig stendur það þá á því að þegar ég er heima hafði minnsta áhuga á því hvernig mér líður, hvað ég er að hugsa eða hvað ég er að gera? En leið og ég lappa út þessar dyr, þá bara BAM! Eru það mestu umhyggjusömustu og ásturíkustu foreldrar í heimi? Eva mín, Kristín, hún meinar þetta ekki. Vignir! Já. Hættu alltaf að taka hennar málstað. Veistu, ég veit ekki hvað hefðir hennar upp á sig. Þú hlustar aldrei á það sem ég hef að segja. Hvað er það sem hann hefur að segja? Þú tekur meira mark á spilaklúbniðinum heldur en manninuðinum. Kristín! Góður, ég hef aldrei slegið okkur mannsku. Þú verður að trúa mig, Vignir, þetta gerist óvart. Ég ætla ekki að gera þetta. Já, ég veit. Mér veistu fyrir maður glata þig. Nei, Kristín, þú ert að glata mig. Þú veist vel hvað ég á við. Hún er þrjóskari og einstrengilegri með hverjum deginum sem líður. Bara eins og móður hennar. Það er skylda mín að vernda hana. Reyndu heldur að fyrirgefa henni. Reyndu að elska henni eins og hún er. Ég er andlegur tilsjármaður hennar. Tilsjármaður? Svei mér þá, Kristín. Sú var tíðin að þú varst vinur hennar. Ég skil ekki hvað að gerast. Hún er bæði að reyna að þóknast þér og ögrar á sama tíma. Manstu þegar við vorum á þessum aldri? Þetta er aldrei í huga að ég sakni henni eins og þú varst. Við vorum samhætt fjölskyldar. Það er hörmulegt að horfa upp á það, Kristín mín. Þú ert ekki sama konan eftir slysið. Ekki ræða við mig slys. Þú hefur sett óraunhæfar kröfur á hana Evu, allt frá því að Róbert okkar dó. Uppeldi dóttur minnar hefur ekkert með dauða sonar míns að gera. Hann var sonur minn líka, Kristín. Mundu það.
Já. Já, ok, leið okkur heyra. Ok. Virðulega bæjarstjórn, ágættu bæjarbúar. Hver borg, hver bær og hvert bæjarfélag jafn stór og hugur mannsins sem þar býr. Já. Svo málið já, eins og skáldið sagði. Reykjavík okkar. Reykjavík okkar. Reykjavík okkar. Svo málið einfaldlega bara að hugsa stórt, vera vakandi og koma sér í stuð. Aron, ertu klikkað? Þetta var ömurlegt. Þú bara getur ekki sagt þetta svona. Þér eru fleygt út úr ráðhúsinu. Hvað að þessari ræðu? Sko, Aron, mér finnst ræðan alveg ágætt hjá þér, sko. Já, það. Hún var samt eitthvað svo glötuð. Ég búinn að endurskrifa þetta 56 sinnum. 57 það málið. Þú ert að fara að sitja fyrir framan íhaldssömustu íbúa bæjarins. Séra Kristínu og Hinrik skólastjóra og... Já, og ekki gleyma öllu fólki sem það æsi upp með þessu dansstæli. Þau eru farin að skipta í lið. Já, þau eru ekki þín lið, það tókst ekki. Nú til hvað segirðu að þessu þá? Æ, Aron, slaka, við erum getað að draga úr þér. Nei, alls ekki, sko. Eftir alla þessa vinnu sem eru lagt í þetta. Já, og þetta reiðibrema. Og allir krakkarnir í skólanum bara komið tótal uppreisn og allt. Sko, þú verður bara aðeins að endur uppbyggsa aðferðina hérna. Sko, hún mamma... Æ, ég meini alveg, hafa kjöfnir á heitt snöggli. Lögvi, hjálpa mér. Toni! Eva! Við djöfnir í gangi. Hvað varst að gera þessu ballið hana? Við vorum ekki að gera neitt sérstakt annað en að skemmta okkur aðeins. Eva, ég veit ekki hvar þú ert að kvöldu lengur. Ég frétti bara að hef farið á eitthvað ball með vinkonu og með svona Aron eða hvað sem hann kallar sig. Og hvað með það að Aron hafi verið þarna? Hvað? Dansaði hann? Eða kyssti hann kannski? Veistu, Toni, það kemur þér bara ekkert við. Eva, þú ætlar aldrei að hitta hann aftur. Hvað meinar þið? Segðu það bara! Þú ætlar aldrei að hitta hann aftur! Toni! Þú ræður mér ekki! Toni, ekki! Hver bær, hver skóla. Þessi lofa sem gerði þetta! Toni ever let you make sure fighting! Fighting? Oh my god! Glófur hefur lætist! Jæja, ok, nú er nóg komið. Þetta er bara ekki... Milla. Milla, í öllum bænum ekki gera illt verða. Toni var skóli bara brjálar eftir að hann frétti við hann farið hana saman á sveitaballi daginn. Hann bannaði mér að hitta það aftur. Og hvað sagði þú? Ég sagði honum að ég hitti þá sem ég bara einfaldlega sýnist. En þá alveg tjúllast hann og byrjaði að berja mig. Viltu aðeins ekki mömmu þína eða pappa? Nei, alls ekki. Ég vil bara fá þér ein. Ok? Ok, við skulum bara fara. Viltu félagsskap? Nei. Eða jú. Annars. Ertu viss? Ég tek þig ekki persónulega. Uss. Hvað? Hlustaðu. Á hvað? Æ, komdu. Eins og bein snerting við himnaríki.
Alla minnst okkar ekki í kirkjunni. Bara ég og vötnin, hrossagaukurinn fljúgandi yfir, sem bara ein og ein flugvél. Svo bara algjör þögn. Ég gæti setið hérna dögum saman og hlusta á vötnin renna niður og yrkja ljóð. Kemur alla þessa leið til að yrkja ljóð? Meðal annars, já. Þau eru öll til einhver Róberti. Róberti? Hver er Róbert? Bróðir minn. Þú er aldrei minnst á það að þetta er bróður. Nei, ég veit. Hann er einn af þeim sem fórst í bílslysinu. Ó, ég skil. Ég samþykkis. En hvernig stendur á því að enginn hefur sagt mér frá þessu? Því við tölum aldrei það. Mamma tók þá ákvörðun að eftir slysið þyrftu allir bæjarbúar á alvarlegri áfalla og sáluhjálp að halda. Og í því fólst að nefna þessa krakka aldrei nafni frá. Ok. Saknar það sig? Ég reyni bara ekki að hugsa það. Hey, come on, það er bara ekki hægt. Af hverju segir það? Nú, þú væri varla að koma alla þessa leið og yrkja ljóðum að þú saknar hans, ekki? Ok, það er svolítið komið því. Já. Ég var alveg fylgst með þér. Er það, já? Mhm. Og hvað sástu? Þú ert vel gefin og klár, það er ljóst. Takk. En kannski pínulítið reið. Kannski svolítið mjög reið, já. Já. Og brotið. Og ég oft pælt í því hvers vegna. Núna veistu það. Já. Þú veit ég. Ertu að hugsa hann? Róbert? Já og nei. Bara það að mér hefur aldrei fundist vera að pæla í mér eitthvað. Hvað meinar? Ég með þú heilan? Æ, bara mér hefur aldrei fundist vera að pæla í mér að því sem ég er að gera. Já, ég þekki þá tilfinningu. Nú? Nei, bara allt þetta vesen sem ég hef komið á staðinn í bænum. Skil þig. Já, og líka það, ég hef ekki hugmynd hvað ég að segja við bæjarstjórnina þegar ég fer að hitti þau hérna kvöld. Heyrðu, bíddu aðeins. Þú þarft þess að halda. Hvað, biblía? Ég er búin að merkja við á réttum stöðum. Nei, vá! Hvernig vissir þú hvaða kaflar passum við þig? Gettu. Já, Mér fannst sem gæfan hefði hætt við mig. Hún gekk mér ætíð hjá og gerði vart við sig. Allt í eins sem myndi una mér. Ég virtist ekki sjá, ég vissi ekki þá. Þú hafðir alla ævi beðið mín. Og eins og paradís, þar sem að himinn sofnast til. Eins og paradís, hvers annars óskum við. Ég sé í augum þínum fagurís. Paradís. Að sannri ást hefði leitað alla tíð. Og vonlítil ég var, ég vissi ekki hvar. Ég varð veitt mín af von hefum langa hríð. Ég veit með vissu nú, það mín von og trú. Að framtíðina eigum ég og þú. Og eins og paradís, þar sem að himinn sofnast til. Eins og paradís, hvers annars óskum við. Ég sé í augum
örmum þínum gæti dvalið dag og nótt. En í Draumi undir hljóð, eins og paradís, þar sem að himins opnast við, eins og paradís, hvers annars óskum við, ég sé í augum þínum en í fagurlíf, paradís, paradís. Jæja, það var önnur mál á dagskrá. Áður en lengra er haldið vil ég minna ungmennin sem stöndur í hópi áheyrnarfulltrúa bæjarbúa Þingvöllum að til þessa fundar er fyrst og fremst stofnað vegna málaflokka sem teljast mega opinber bæjarmál. Ok. Orðið er laust. Já. Já, Aron. Þú vel? Já, virðulega bæjarstjóri, ágætu bæjarbúar. Aron heiti ég og fyrir hönd útskriftarágangs Fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra þá vil ég leggja til að grein nr. 416 í lögum bæjarfélagsins réttindi og skyldur sem banna dans og annað skemmtanahald verði tafarlaust numin úr gildi. Já, hérna, hæ, Milla hér. Sko, ég styð þessa tillögu. Fyrirgefðu, mætti ég fá þig eitt andag? Að sjálfsögðu. Virðulegu varaforseti bæjarstjórnar, séra Kristín Engilbert, sem er beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, virðulega bæjarstjórn, áheyrnarfulltrúar á Þingvöllum og ágætu tilnefnendur. Þessi lag er eingöngu og fyrst og fremst spegilmynd þeirra siðferðislegu gilda sem bæjarfélagið hefur sett sér í sameiningu til þess að heilla fyrir bæjarbúa allra. Nú, ég er ekki fædd í gær og ég glöggva mig fyllilega á því að háskalega fyrirætlanir ykkar að nema úr gildi umrædd lög byggja á siðrænni hnignun og ótraustum tilvistargrunni þeirra andlegu fátæktar sem hrjá hvern þann mann sem ekki röðlast friðið í hjarta sínu. Því er víst að skemmtanahald það sem óhjákvæmilega mun fylgja í kjölfarið leiðir af sér áfengisdrykkju, eiturlyfjaneyslu og aðra óæskilega hegðun. Afsakið fyrirgefið. Sko, ég veit vel hvaða stjáningar íbúa þessa bæjar hafa mátt þola og þann skugga sorgar sem Ég leist mér eigast það sem þú sagði. Því að þú vissir það er aldrei hvatt bekkjarfélag þína við það ívögt þau sál sem er öll lagt svo hart á okkur við það að græða. Ég mun síst vera ósveigjanleg. Ef eitthvað viðstættur getur leitt með það fyrir sjónir og sannfært mig það að fyrirætlan ykkar sem öllu fölskalausar skal ég gjarnan endur sko afstöðum. En ég byrði, þá verður mér ekki haggað. Nú, þá held ég rétt sé ganga til atkvæðagreiðslu. Gjörðu svo vel, Helena. Má ég biðja Það á ekkert að ræða máli. Takk! Vil ég gjöra svo vel og Aron? Kjál! Fáðu þér sæti. Má ég? Gjör svo vel. Ungi maður, þessi hegðun hjá þér, hún er bara óafsættanleg. Það bara getur ekki haldið áfram. Þetta er peysa! Jörn! Sestu niður, drengs! Mér finnst að drengurinn er tilkallt til þess að við hlustum á sem honum býr í brjósti. Já. Þetta gerir mig biblíuna hérna. Kjálf átt að fara guðlasta drengur, þá mátt fara aftur í Slappa af maður, ég ætla bara að sverja. Sverða. Já, ég ætla að sverja við biblíuna. Þú ert ekki stattur fyrir rétti yfir Fáðu þér sæti. Fram hefur komið ályktun
til áheyrnarfulltrúa niðurfellingu lagbókstaf 416 í lögum bæjarfélagsins. Það skal gengið hratt og örugglega til atkvæðagreiðslu. Hvar falla atkvæði bæjarstjórnarfulltrúa? Helena? Ha? Hvað? Þetta með á móti. Ég er hrædd að ég bara verið að sitja hjá. Ha? Georg! Og ég? Á móti. Séra Kristín. Mótfallinu. Eindregið. Þakka þér fyrir, séra Kristín. Sjálfur greiði gegn þessu. Helena? Já, þá eru sem sagt 2 andvígir. 3 andvígir segi ég og ég kýsa að sitja hjá. Þá er fundi bæjarstjórnar þar með slitið. Þetta var nú meiri vitleysa. En ég er nú með góða fréttir. Fría pulsur og kók on the house. Til hamingju. Leið mér að spyrja þig einu, hafið þú áhrif á atkvæðagreiðsluna? Hvað? Nú var það fyrirfram ákveðið hvernig bæjarstjórnin myndi kjósa. Þetta snýst ekki bara um það hvort það er leyfa dans eða ekki. Nei, auðvitað, þetta snýst okkur tvö. En leið mér að segja þér, þetta snýst ekki bara það eitt að slá upp einhverju heinu helvítis fokk í balli. Nú hvað snýst það þá? Nú, mannréttindi. Mann. Já, sko, ég get sagt þér það að þeir eru flutningar. Á leið mér að segja þér bókstaflega ekkert til að lifa fyrir. Og hver veit nema mig hafi einfaldlega langað til eða fundist ég þurfa að gera bara eitthvað. Og kom ykkur til leiða, breyta ykkurju, til þess betra. En ég hef öllu líkindum valið með kolranga málstað. Og, erum við eitthvað bættari með þessum lögum? Hvað er þetta að reyna að breyta? Hvað er þetta að reyna að laga? Þú þarf ekki að láta þig, ha? Nei, sko, ég veit vel hvað kom fyrir hann soninn, hann Róbert. Þú veist ekkert hvað kom fyrir son minn. Það er ekki neitt. En ef þú saknar sona þíns, jafn mikið og ég saknar föður þíns, þá veit ég vel hvernig þið líður. Og ég veit að það er sársaukafullt. Það líður ekki sá dagur sem ég leiði ekki hugun að því hvernig ég geti mögulega fengið hann til okkar aftur. Ekki þá tilfinningu mæta við. Já, ég veit. Og Eva gerir það örugglega líka. Manna best. Þú skalt ekki fara að ræða við mig dóttur mína. Af hverju heldur hún að láta eins og hún lætur? Heldur hann sig bara til þess að verja þig og koma þér úr jafnvægi? Þú skalt bara ekki fara að tjá þau mál sem þú Hlustaðu á mig! Ef þú ferð ekki að díla við Evu eins og hún er, þá átt eftir að glata henni. Kannski ekki sama hátt og glataði Róbert, en þú átt eftir að glata henni og að einu. Fyrirgefðu ára, en ég vil fá að vera ein. Ein! Þú ert alein! Það er enginn með þér í liði! Sérðu það ekki? Út með þig, drengur! Já, út með þig! Sakna og missa. Hvernig getur hann sagt það við mig að ég hugsi ekki alltaf þig. Ég eyði höfunum með þig ávallt hjá mér. Á hverri stundu ég tala við þig endalaust. Hvernig get ég lifað hér á því? Ég sé brosið þitt, ég sé þig alls staðar, já, samtal. Og ég get ekkert gert að því, sama hvaða leið ég fer. Þú ert hérna alltaf með og ég sakna þín. Daginn endalaust. Ég kalla nafnið þitt, sé þig alla daga. Heyri hláturinn hlæja, sé þig synd í bláum sænum. En þegar kvölda fer og ég legg mitt höfuð niður, koma minningar stríðum straumum mínum draumum. Ég sé brosið þitt, ég sé þig
það vel. Ég myndi gera hvað sem er, þá segðu til hvað sem er. Bara ef ég fengi að sjá þig, bara einu sinni enn. Nei, 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 ég sé brosið þig, ég sé þig alls staðar, já, samt þar, og ég get ekkert gert að því, sama hvaða leið ég fer. Þú ert hérna alltaf með og ég sakna þín, allan daginn endalaust. Nei, ég vil ekki sleppa þér, nei, ég vil ekki vera hér, því ég sakna þín, allan daginn endalaust. Því að mér er alveg sem, nei, ég vil ekki vera hér, því ég sakna þín, allan daginn endalaust. Ó, nóttu, ég sakna þín endalaust. Ó, nóttu, ég get ekkert að gera. Nú í þessu gerist nokkuð sem ekki hent mig í háa herrans tíð. Ég leyfði mér að skipta um skóla. Málum er þannig hátt að útskriftar árgangur fjölbrautaskólans hefur beðið leyfi til þess að halda dansleik og Aron Hansson, ég held satt að segja að það sé ekki svo slæm hugmynd. Sjá til, kæru vinir, við öll og ég undirskil síst sjálfan mig, höfum ríghaldið í fortíðina og leyft skuggum löngu liðina atburða eitra hug okkar, auka vanlíðan okkar og sársauka. En við megum ekki gleyma því að æðsta stig kærleikar og ástar er trúin og traust okkar til náungans. Og ef við treystum ekki börnum okkar, hvernig hefur þá ætlast til þess að þau læri mikilvægi þess að treysta öðrum og í fyllingu tímans verða ábyrgir þjóðfélagsþegnar. Þannig, já, hefur ekki bara halda dansleik? Jú! Milla, hvað er? Pappi, Eva, hvað ertu búin að vera? Ég er búin að leita þín marga dag. fyrirgeðu, þekkjumst við. Hei, ekkert svona, góða. Ertu í alveg að hanga með þessu sorpi ennþá? Hei, krakkar! Öskukallinn er mættur til að sækja ruslið. Hei, Tóni, hvað ert þú að gera hér? Ég ætti að vera fluttur úr bænum. Ég er bara að gera það sem ég skýnist. Kom hérna að hitta kærustunum mína. Er það sama kærasta og landir í Spandæn? Það bara kemur þér ekkert við! Nei, það er náttúrulega bara prívat fjölskyldumál. En viltu þá ekki nýta tækifærið og spjalla við hana tilvonandi tengdamóðið þína fyrst hún er hérna á svæðinu? Þú getur kannski ekki vel örugglega skýrslu í leiðinni. Hún er hérna líka einhvers staðar, held ég. Bokkaður! Jæja, mér finnst ekki alltaf að vera flott að klappa. Jú, mér sýnist það, svona, já, veldu. Já, þetta er allt í lagi. Já, en við sjáum það. Við gerum það. Ótrúlega vel gert hvernig þú tókst á auðan. Já, mín var ánægð. En, heyrðu, mamma skipti algjörlega um hug. Hvað sagði þér við hana? Bara ef ég myndi það nú orðið rétt. Það allan að virkaði. Jú, jú. Vá, hvað þú ert sætur. Sko, Sara, mér langar alveg ógeðslega að bjóða þér svolítið. Ok. Sko, hvernig hljómar að ég pikkaði þeim á þér? Ok, já. Á jeppanum hos pappa. Á jeppanum? Ég sagði nótið til að sækja kýrna. Sara, ég sveif bara hreina svefnpoka í framsætinu og lyktur ekki þessum blautu hunda. Og eða bara kannski kýr eða eitthvað, ha?
Býttu, er það eitthvað fínt eða? Býttu, þá átt þú ekki til að fara í? Æ, ég fer bara í drættina hann ömmu. Amma henni er 50 á hæð. Ég trefði bara í hérna, Sara. Ok, en býttu, ef við erum að fara eitthvað fínt. Já, þá verður þú bara. Já, þá verður ég, þú veist líka verið í einhverju fínu. Já. Sko, mamma, hún til að lára alveg opaslega flotta kjól sem kosti alveg skrilljón og eitthvað. Er það? Já. En hann er svo lítið gamall. Já, var það ekki. Æ, hún hefur notað hann einu sinni. Býttu, hvenær? Hún gifti sig. Oh my god, ertu að tala um brúðarkjólinn hennar? Þetta er bara kjól sem gifti sig, Sara. Já, ok, þetta hljóma bara geggja vel, ha? Þú pikkar mig upp á jeppa, orkar 1700 á sífilis eða eitthvað. Þú í einhverju pínulítilli buxnadrækta ömmuðinni og ég í brúðarkjólnum með henni. Já, líst ekki vel á það. Og býttu, hvað ætlum við að gera? Þú veist, ætlum við að fara að dansa eða eitthvað? Viltu það? Ertu að grínast? Já! You got it, baby! Mikið var ég stoltur að þér í messuna á hann, Kristín mín. Það rifjast upp fyrir mér hversu mikið ég saknaði okkar. Ég elskaði þig. Þau eru fucking leið, ég fæddist í þeim. Þau eru að hugsa fasjón í buxunum. Það er ekki að kvíða, nú tíminn loks er lagður af stað. Ég veit nú varla hvað, en veit nú gerist það. Veit nú mun svipta mig. Þetta var að gifta þig! Það er ekki að kvíða, við fljótum dúndrað í spann. Og nú við blásum á blús, dansum og drekkum hús. Please, hey squeeze, dansum við slagur ís. 1, 2, 3, sýndu hvað lífið er líf. Vertu lús, allir saman nú fór blús. Það er ekki að kvíða, tíminn tussast alltaf. Tíminn tussast alltaf, tussar á bað. Við skulum brjótast í spann. Hey squeeze, oh please, dansum og dís.